Góðan daginn, ég heiti Þröstur Reynisson og hérna hjá Vegagerðinni Borgarnesi. Hver ég? Ég búinn að segja ykkur það, ég vinn á þjónustumiðstöðinni Borgarnesi og hef vunnið hjá Vegagerðinni síðan 7. febrúar í fyrra. Byrjaði bara sem vélamaður en var síðan ráðinn á málningabílinn Sáluga hjá Vegagerðinni. Var það á honum í síðasta sumar og ég vinn náttúrulega bara við flest öll störf hjá Vegagerðinni. Svo við könnumst við, það holur, stikur, bara það sem við þurfum að gera. Sævar talaði við mig hringdi í mig í síðustu viku, þá vorum við akkurat á leiðinni í holur á Snæfellsnesinu. Hvort ég vildi taka þátt í þessu, ég sagði þetta, ekkert mál. Hann talaði bara svolítið frá hjartanu Þröstur, hvað viltu tala um? Og þá ætlum við náttúrulega bara að tala um holurnar. Það sá tími sem við erum lengst út í vegi. Erum mest út í veginum þegar við erum í holunum. Erum að vinna mest úti og erum flestir úr þjónustustöðinni náttúrulega að vinna við. Og hvaða hættur fylgja því að vera í holum? Það náttúrulega blessuð umferðin. Hún keyrir náttúrulega fólk keyrir, afsaka orðbragðið, en það margir sem keyra bara eins og fífl. Ekki fram hjá okkur. Það ökumennirnir og hverjir eru vestir. Það alltaf talað okkar blessuðu túrista, þeir séu alltaf hættulegastir, þeir eru stórhættulegir, bíóvitans túristandir. En mín líðan í umferðinni að það svo sem ég hef lent verst í eru atvinnubílstjórar. Atvinnubílstjórarnir, strætó, rútur, vörubílar og svo dýruslitujepparnir. Og ég hef meira þess að heyrt út í vegi, ég talaði við konu sem ég þekki sem keyrir fram með mér eins og hálfviti. Sorry, ég nefnilega hef mér eðlislegt að blóta. Ég glemdi nú kannski að kynna það. En ég hitti konu í Borgarnesi sem ég þekki mjög vel. Ég spurði hana hvernig hún keyrði fram með okkur á 130 og vorum við Akrafjallsveginn að mókja hólur. Og hún bara, ekki betri, ég keyri bara hratt framhjá, þá ég ekki eins mikið fyrir. Þetta það sem við erum að lenda oftast í. Yfirverkstjórinn okkar í Borgarnesi, Pétur, hann hefur verið mjög duglegur að hringja í fyrirtækin og þeir verða hálfasnalegir þegar hann hringir og það hefur þurft stundum að hringja í sama rútufyrirtæki 3 sinnum sama dag. En við fengum síðan ljótan svip frá rútubílstjóranum í 3. eða 4. skipti sem við mættum honum. Þetta gerist rétt hjá Reyðarfirði. Þá vorum við að mála, málningabíllinn 15 km hraða og mikil gufu á læti en hann keyrði samt fram úr okkur alveg eins og brjálæðingur, rétt við brú. Þar sem hann var nærri baldur á stóru tjóni bara. En í þriðja símtali þá horfði hann bara illilega á okkur en hann keyrði varlega. Svo náttúrulega líka spurningin, gulu ljósin? Eru þau farin að missa marks? Ég veit það ekki, við höfum oft nefnt þetta. Við erum að mæta traktorum með gul ljós. Við erum að mæta tómum vörubílum með gul ljós. Við erum að mæta sprinterbílum með gul ljós og þeir ekki að gera neitt. En það svo náttúrulega bara hvernig virðingin borin fyrir okkur. Við erum fyrir, það okkur hefur sagt það út í vegi. Við erum bara actually fyrir. Þið hafið örugglega lent í einhvern tíma ef þið eru að vinna út í vegi að okkur liður bara eins og sé bara, við erum fyrir manninum í hjólhýsið sem að drífa sig í fríð. Við erum að lenda mjög oft í því að fólk að flýta sér í fríð. Ég þarf að drífa mig, ég þarf að komast á Akureyri til þess að ná góðu stæði með hjólhýsið mitt. Svo náttúrulega veðrið getur náttúrulega, ef þið eru að vinna hérna út í vegi þá veit ég alveg hvernig að vinna í slittu og viðbjóði að lítið útsýni. Og fólk ekki að tæja á sig frekar fyrir þá þessi vont veður. Við náttúrulega erum alltaf í sýnileikafatnaði í okkar hópi. Við leggjum mikið upp úr hjálmunum, vera í gulum fatnaði. Svo erum við allir með peltor með umhverfisljóðum. Okkur finnst mikið betra að vera freka með peltorna í eyrunum heldur en að vera ekki með þá. Við heyrum eiginlega betur í ykkur öðrum með þá. Og við sjáum hérna eins og sjáum Guðjón og Sigfús í Ólafsvík. Það var ekki til mynd af neinum í Borgarnesi en ég náði ekki strákunum mínum á mynd, þannig að við náðum bara að mynda þessum fallegu kallum. Reynda kannski Sigfús mætti fara að fá sér nýjan galla, þetta er drullugur. En við erum alltaf
gulklæddir, við reynum alltaf og hjálmurinn alltaf og við fylgjumst með okkur öðrum, reynum að passa upp okkur annan. Og það náttúrulega bara skylda og þetta ekkert, þessi hjálmar ekkert óþægilegir. Eftir smá tíma maður búinn að gleyma þeim. Þessi á hausnum á maður gleymir þeim ekki. Hérna sjáum við sjónarhorn úr holuviðgerðum. Þetta tekið á Snæfellsvegi, rétt hjá bænum Ystugörðum. Við sjáum að holan hérna og miðlínan hún var hér en hún bara farin. Vegurinn á Snæfellsnesi akkurat 6,20 á breidd. Hvor akrinn 3 metrar. Og þið sjáum að þetta ég náði kaskaðin keyrði þetta hratt, ég náði honum ekki. En við erum ekki byrjaðir að vinna þarna úti þannig að við erum ekki búnir að koma okkur stuð okkur fyrir. Ég þennan dag á bílnum sem á undan með olíumöluna. Þannig ég tek myndbandi, þetta sjónarhornið sem ég hef af holuviðgerðarmönnunum. Þannig að hann mér alveg týndur ef hann kominn bak við bílinn. Og svo sjáum við Einar þarna, hann fyrir aftan á púðabílnum. En þið sjá þá plássið ekki alltaf rosalegt. Nú förum ekkert að ræða hvernig vegurinn þarna heldur. Hvað erum við að gera til þess að auka öryggið? Við erum náttúrulega konum með þennan hérna. Þetta nýji púðabílinn okkar. Það 90 km púða á honum. Og hann með þetta stærðarna skilti aftan á sér. Það 5 metra hátt. Sem byrjar að vera með öryggiskrossin í miðjunni. Þar sem við erum ekki neinu svæði með tvöföldum akrinum þá notum við eingöngu krossin. Og svo skiltið, það sést mjög illa á myndinni að á honum rótirar ljósaskilti, vinnukall, 50 km hraði og svo náttúrulega skilti sem Sævar var að sýna með örvunum. Men við getum sett öll skilti sem okkur dettur í hug. Hann náttúrulega bara að mínum mati nauðsyn orðið alls staðar landinu að séu púðabílar. Það bara mín reynsla. En okkar öryggi í Borgarnesi allavega, eins og ég horfa á það, við sjálfur. Við erum vanalega eins og í holuviðgerðunum, þá erum við 4. Og ég treysti strákunum mínum 100%. Þeir passa betur upp á mig heldur en ég upp á þá. Já, eins og ég passa mest upp á þá, við bara passum upp á hvern annan. Það mesta mikilvægi það í okkar hópi allavega, það hvað við passum upp á hvern annan alltaf. Það sá sem á fremri bílnum, hann með okkur í speglinum. Sá sem á púðabílnum með okkur í fram að sig. En þegar við erum á þröngum svæðum og þurfum jafnvel að loka, þá hleypur sá sem í púðabílnum út í kant og hann stjórnar umferðinni. En það okkar frumtakmark að passa upp á hvern annan. Og við erum að vinna hérna á milli bílana, að móka í holurnar, olíumölin kemur hér úr, mókum og svo þjappan hér. En svo fer ég í það að við erum að setja dökker á fylgdabílinn sem á að fækka 1 mann í veginum. En hjá okkur það aðalega hvað við passum vel upp á hvern annan. Og ég það heppinn að vinna með 3 strákum sem ég treysti 100% og ég vona allir fá að geta unnið með svoleiðis strákum. Og svo það sem búið að setja myndavélar á bílana en við erum líka búin að biðja myndavélar á olíukassan hérna uppi. Við vorum að vinna með verktaka daginn sem nafna mínum í Ólafsvík og hann með myndavél upp á kassanum. Þannig ég þurfti aldrei að fara hérna út í spegil til að segja honum að fara áfram. Ég talaði bara alltaf við hann beint fyrir aftan. Þú veist hvað hann að fara áfram eða hvort mér vantaði mér efni. En í staðinn fyrir að þið sáu sjónarhornið hérna á speglunum áðan, til þess að fá upplýsingar til bílstjóra þá þarf ég að fara út og áfram. Það þýðir það að ég að nálgast miðlínuna. En dökkurinn, þetta tæki, það kom nýr þjónustubíll í fyrra hjá okkur og við fengum dökkurinn var keyptur á sama tíma. Þetta fjölnota tæki sem við notum bæði til að þvo stykkur og það líka til að sláttuður framan á hann, þessi armur hérna sem kemur út og svo var keypt líka þjappa framan á hann. Og þetta þegar það verið að móka í hólur þá erum við að dæla heitu efni ofan í hóluna og svo tekin jarðvegsþjappa og þjappað yfir
Þið sjáu þetta er eins og bara að verða hluti af veginum. Keyrir norður á dalinn þá sjáu þið mjög vel holuviðgerðir. Og þetta tæki að vonandi að gera okkur kleift að sjá til þess að við getum verið 3 í holuviðgerðum í staðinn fyrir 4 eða nýtt 4. mannin í að actually bara stjórna umferði eða bara passa betur upp á okkur. En þetta allan að fækkar manni í veginum. Og það náttúrulega bara helsta krafan og vonin það að við þurfum að vinna sem minnst í veginum labbandi. Koma okkur sem mest inn í tæki. En þetta tæki lofa góðu. Við vorum ástæðan fyrir mynda honum inn í porti að Sævar hringdi mig þá var akkurat fyrsti dagur sem við vorum að pröfa hann. Og dökkurinn virkaði fínt en bíllinn bilaði. Fór loftkútur í bílnum og hann stopp eins og en það bara bíllinn en þetta allavega byrjar mjög vel. Eins og sjáum við þá alltaf ég veit nú ekki hvar þessi mynd tekin, ég held þessi tekin úr Dölunum. Hún alveg stolin þessi mynd. En þetta út allt og það náttúrulega við erum að berjast við eftir þessum vegirnir eru mjórri. Þá erum við í meiri hættu að vera nálægt miðlínunni. Og ég var búinn að vera 3 daga í starfi, minnir mig 3 eða 4. Þá vorum við mitt í holum á norðurlínunni. Við erum að koma niður Kolásinn og það svona smá beygja í Kolásinum efst upp í honum. Og við erum eiginlega að vinna þar alveg í kantinu. Og ég að móka í holuna og ég passa mig alltaf þegar ég að móka að fylgjast með miðlínunni. En ég alltaf fyrir innan hana. Það svona frumreglan að vera bara alltaf fyrir innan miðlínuna. Og holan hún hérna eiginlega fyrir aftan mig þannig ég að móka og kem hérna og móka í holuna. Og svo sný ég mig við og eitthvað að laga. Svona, svo bara finn ég svona í bakinn á mér. Og ég fattaði ekki alveg hvað þetta var. Fyrir ég sá Júnó Steinþór sem var að keyra olíumjólkbílinn, hann var orðinn alveg náhvítur í framan. Og svo lít ég í púðabílinn og þar sé Einar og hann var alveg blár í framan. Þá hafði bíll keyrt og hann var inn fyrir miðlínuna og ég held að þó þetta hefur Toyota það náði honum vel yfir 100. Og annað dæmi, til dæmis við vorum inn við Sandalsá og leiðin upp á Holtavörðuheiði. Þá var ég einu skrefi frá því að vera að patta á rúðunni hjá MS-bílnum. Og það rosalega óþægileg tilfinning að standa hérna við hornið og eiginlega bara hnipra sér saman út af því að það fullvaxta trailer á 90 km hraða á leiðinni bara fyrir framan mann og þið vitið hvernig sogið hjá þeim. Ég ekki mjög þungur, þannig að ég svona á það svolítið til að fylgja þeim svolítið. En þetta var rosalega óþægileg tilfinning. En MS tók mjög vel á því þegar það var hringt í þá. Hann hefur ekki keyrt fram með okkur hratt síðan þessi strákur. Hann hefur keyrt mjög varlega. Svo eru bara hérna svona myndir, hérna sjáu þið mitt hvað við erum að hugsa með dökkurinnum. Ég tók myndband af því en það einhvern veginn var bara blörrað. Það var ekki einhvern veginn, ég gat ekki koma honum inn í glæruna. Það gæti verið minn eigin klunnaskapur. Og þarna sjáum við litla púðabílinn okkar sem að yfirgefa okkur núna. Við erum að fá nýjan með 90 km púða, þessi með 50 km púða. Þetta alveg frábær bíll. En þarna sjáum við hérna klassísku holuviðgerð. Það búið að sletta olíumjöl ofan í og þjappa með þjöppunni. Fólk elskar að keyra eftir okkur. Fyrstu bílarnir eftir þeir brosa alltaf og alveg eins fallega þegar það að hringla í hjólpskálunum olíudrullan. Svo náttúrulega bara það sem að settum hérna, sem starfsmaður Vegagerðarinnar óska ég eftir að allir taki höndin saman og komi boðskapnum áleiðis að við erum varkár, berum virðingu fyrir þeim sem leggja líf sitt í hættu og vinna út af vegum, ökum varlega. Og svo bara svona beint frá hjartanu frá öllum strákarnir á þjónustustöðinni, báðum að segja bara hættið að keyra eins og fífl. Það bara því miður, það allt of mikill hraði. Það það sem er mesta hættan hjá okkur. Og
Ég held að það sé alveg hjá öllum verkefnum. Ég hef lent í sjálfur að keyra hratt í gegnum svona framkvæmdasvæði. Og þið kannist alveg örugglega við að þeir sem að vinna út í vegi að það manneskjan. Sko þegar maður að reyna að fá hana til þess að lækka hraðan og hún horfir alveg beint og horfir ekki á þig, þá veit hún alveg að gera eitthvað rangt, sko. Þú veist það, ég ætla ekki að ná augnkontaktinum. Þið hafið alveg örugglega lent í þessu, þið sem að þurfið að vinna umferðarmiklum vegum. Og já, ég veit ekkert hvort ég sé búinn að fara allt of hratt yfir. Og ég tala frekar hratt svo og spurning hvort það hefði átt að vera, ég hefði átt að texta mig ef það ekki búið að heyrast alveg hvað ég er búinn að segja. En já, bara þetta var alveg og takk kærlega fyrir mig.